vinir. Enn einn túrinn að baki í Liverpool og þetta tekur allt enda og nú skoðum við heimili Paul McCartneys og vorum svona bara enga ferð þangað. Fórum með bílarútunni ásamt fullt af fólki og sáum auðvitað bara það saman. En það var ekki opið þar en samt ljós inni og svo kom eitthvað fólk þarna út og æskuheimili Paul McCartneys, þessa síðasta heimili hans í Liverpool, í dag safn, sem ekki viti það. Og það var verið að þrífa og jafnvel að lagfæra eitthvað þar, ég veit það ekki, en svo kannski þetta safn bara opið á sumrin, það má vel vera að það sem þeim hætti, en svo á bakaleiðinni þá gengum við bara, mynduðum við svona nágrenni þessa staðar. Heimili Paul McCartney náttúrulega mjög merkilegu staður, svona í rocklegu, sögulegu tilliti, því að hann nú heldur betur búinn að hrista upp í því gegnum tíðina og þeir í Bítlunum. Þetta tilheyrir allt sögunni og við sem að lifum þetta allt saman vorum með í þessu. Nú er þetta búið en lifir mjög vel góðu lífi í minningunni. En höfum þetta ekki lengra á skoðu núna það sem að efnið sem ég kom með, gjörðu svo vel. Já, ágæta fólk. Ég stend hérna fyrir framan húsið sem að Paul McCartney bjó í og þetta við síðasta heimila sem að var í Liverpool. Hvað lengi hann bjó hérna, ég veit ekki það, en ég ákveð mörgum stöðum hann hefur búið í Liverpool, þekki ég ekki heldur. En hérna var hann. Þetta hús hérna partur af þessari ágætu sögu, rocksögu og bítlasögu. Hér hann ein aðalsprautan sem að bjóð þetta allt saman til, Paul McCartney, sem við dáum svo mjög og höfum eignað svo mikið af fallegum söngum frá. Þetta eru miklir menn sem að gefa okkur mikið og við erum þakklátt.